Í haust sögðum við frá því að kirkjan á Kvíabekk í Ólafsfirði hefði verið tekin af grunnum sínum og farið til. Kirkjan lá undir skemmdum. Nú búið að taka þá ákvörðun hvað gert verður við kirkjuna, hvort hún færi aftur á sinn gamla stað eða fengi nýjan. Ég ræði við Önnu Maríu Guðlaugsdóttur þetta mál og við höldum áfram það sem frá var horfið. Síðasta sumar þá tökum við kirkjuna á grunni, við færum hana hérna fyrir neðan þar sem hún stendur núna. Í dag mun hún vera hér. Við gátum ekki sett hana aftur á sama stað vegna leiða. Það eru margir sem eru alveg upp við grunninn og með þess að inn í kirkjugrunninum og það ekki hægt að fara með stór tæki hérna yfir og yfir grafir. Þannig að ákvörðun var gerð, hún var sett hérna á þennan steypta grunn sem við gerðum. Síðan búið að leggja hérna í gólfin þá að setja heitt vatn og framkvæmdina sem núna framundan, það að steypa gólfin, setja heita vatnið á og skiptum alla gluggana og setja nýtt efni utan á kirkjuna. Og við fundum efni sem var hér áður, og það hérna á vegnum hérna bara fyrir innan, og við fórum í það að velja efni sem var næstum því mjög, bara eiginlega næstum því eins, en úr áli, sko. Þannig við þurfum ekki að mála. Við erum öll að verða eldri og við erum ekki að fara að hinga til að fara að mála eftir 5 ár. En þetta staðan í dag. Hvernig gekk að færa kirkjuna? Það gekk rosalega vel. Við vorum svolítið hrædd svona við þegar hún fór að lyftast, en þetta var bara, hún fór bara beint upp. Hún hreyfðist ekki, hún haggaðist ekki. Árni Helga, hann lyfti hann með krananum sínum og svo bara eins og hún svifi hérna yfir, það heyrðist ekki eins og í kirkjuglugganum. Og svo bara fór hún niður. Ég held að allir þeir sem voru við hliðina okkur, grafnir hafa bara hjálpað okkur svona ítt undir hann og fært hann til hliða. Þetta allt áhuga fólk sem annt kirkjuna og sjálfboðastarfið það sem að vinnur hana í dag og mun gera áfram, en auðvitað vantar okkur náttúrulega fjármagn meira til að halda áfram við það sem við erum að gera. Við gerum bara skref fyrir skref eftir því sem við náum inn peningum, sko. Og turnin hérna áður fyrr, hann var fyrir framan kirkjuna og upp. Þessu var breytt árið 76, var það ekki? Já, altaristaflan hans Kidda kemur 77. Já. Og þá var byggt fram fyrir turnin og þannig að uppgangan á kirkjulofti væri hægt að fara í stiga en ekki bara svona einhvern stiga inn í kirkjunni sem var þrábeinn, erfitt fyrir kórfólk að fara uppi. Þannig að þetta var gert og hugmyndin það sem ég stend núna, að við gerðum smá hérna út fyrir kirkjuturnin ef að skekkjunni við myndum setja hann á. Það veltur alltaf fjármagninu og okkar vonið náttúrulega að geta gert það. Af því þá kemur svipurinn á kirkjuna aftur eins og hún var alla tíð. Sko, Kvíabekkur, þetta náttúrulega staður sem á sögu 1000 ár. Já, þetta náttúrulega landnámsjörð. Ólafur Bekkur bjó hér. Og þetta mikil saga í kringum Kvíabekk. Það var náttúrulega elliheimili presta sem hefur aldrei verið á Íslandi. Það hefur aldrei verið eins margir prestar í einni sókn eins og var hér á Kvíabekk. Mér rámar þeir hafi allir verið tannlausir. Já, þess vegna var svo gott að borða fiskinn sem var hér. Það rétt. Þeir og voru hér bara til hliðar og það var svona hálfgeð spítali líka, sko. Og við kvæðum spítalahóll, hann bara ef fólk kemur hér að Kvíabekk og upp að kirkjunni, myndi labba aðeins upp fyrir garðinn og yfir lækinn, að fyrsta hólnum, þar var elliheimilið, spítalinn, hann var þar, sko. Já. Hvenær sérðu fyrir þér að þetta verði búið? Ég náttúrulega gef mér svona 2025 kannski, en ég vona fyrr. En að við getum kannski á næsta ári, ef platan verður komin á og við fáum fólk til að hjálpa og vinna með okkur, að kannski getum við aftur haldið einhverja athöfn á næsta ári. Þótt að sé kannski ekki allt búið, en allt af því.